Þá það reglur úthlutun leiguíbúða Akureyrarbæjar, dagskrárliður nr. 11, 2018, bæjarfulltrúi Sigríður Huld tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lagður fyrir fyrsti liður í fundargerð velferðarráðs frá 2. maí síðastliðnum, þar sem reglur úthlutun leiguíbúða voru lagðar fram. Á fundinum samþykkti velferðarráð reglurnar og vísaði þeim hingað til bæjarstjórnar. Helstu breytingar sem hér ræðir varða almennt orðalag og orðalag vegna breytinga á heitum og sviði bæjarins. Það eru breytingar, svona efnislega breytingar hérna í einni grein, 24. greininni, en það tekin út setningin gæludýrahald bannað í leiguíbúðum Akureyrarbæjar og sett inn ný grein, 25. greinin, og hún fjallar gæludýrahald í fjölbýlishúsum sem leigð eru út af Akureyrarbæ. En þar segir að óheimilt að halda gæludýr í fjölbýlishúsum sem leigð eru út af Akureyrarbæ nema sé að ræða leiðsögu og eða hjálparhund, en það efni gildir 33. grein laga fjöleignarhús nr. 26 frá 1994. Þessi heimild sem ræðir var ekki áður í reglunum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara, ég skildi ekki alveg þessa útskýringu hérna á efnislegri breytingu hvað varðar gæludýrahald, af því að sko, eftir þess ég best veit þá var gæludýrahald bannað og núna gæludýrahald bannað. Samkvæmt lögum þá mega blindra hundar og aðstoðarhundar alltaf vera þar sem að gæludýrahald að öðru leyti bannað. Þannig ég átta mig ekki á breytingunni, ég bara óska eftir útskýringu á henni. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón var búinn að biðja orðið fyrirgefi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil koma upp og taka undir og vekja athygli á bókun fulltrúa okkar í velferðarráðinu Guðrúnar Garðarsdóttir, þar sem ég get tekið undir hvert einasta orð. Þar sem við furðum okkur svolítið á ef við erum að rýmka þessar reglur, af hverju leyfum við ekki gæludýrahald í íbúðunum, svo framarlega sem það stangist ekki á við húseigendalög. Við erum með hóp fólks og íbúða sem ekkert endilega valið sér það í lífinu að vera í félagslegum íbúðum. Það bara oft þannig staðsett og þetta oft sá hópur í samfélaginu sem þarf oft töluverða aðstoð. En þá skerðum við þeirra lífsgæði með því að banna gæludýrahaldið. En það eru ákveðin húseigendalög sem allir aðrir íbúar í stigaganginum, til dæmis, bara falla undir, nema þessir. Nú, það alveg þekkt svo sem að leigufélög hafa bannað gæludýrahald í sínum íbúðum, vilja ekki að sé gæludýrahald og vilja ekki gæludýr í vegna þess að þessi hljótast örugglega skemmdir eða eitthvað annað. En mér finnst þetta þarna við eigum að veita þessu fólki eins mikið lífsgæði sem hægt og vera jafningjar í samfélaginu þegar kemur að lög og reglum þegar við erum að búa, þegar við veljum þessu búsetu, sérstaklega þarna. Nú, ef íbúar, almennt aðrir íbúar í stigaganginum eru með gæludýr, þá setjum við sem Akureyrarbær, nei, þið megið ekki. Mér finnst þetta ekki gott. En öðruleyti ekki tekið undir reglurnar og vona sannarlega að menn taki þetta upp og endurskoði þetta í framhaldinu. Því það eru húseigendalög sem þau þurfa að uppfylla. Það engin hætta á því að
íbúinn geti verið með hundað gott ef aðrir íbúar í húsinu hafnaði. Þeir þurfa 2/3 íbúa til að samþykkja það. Og ef einhver í stigaganginum er óhæfur til að hafa gæludýr, þá getur stigagangurinn bara sem og íbúar í húsnæðinu hafnaði. Það er ekkert að gera með það hver á íbúðina. Það eru bara almenn lög í landinu sem eru jafnvel yfir húseigendalög er nefnilega, held ég, yfir öðru lög hvað þetta varðar. Sko. Þannig að ég tek heils hugar undir þessa bókun og fyrir mig svolítið að við skulum ekki að tekið þetta inn. Ég get ekki séð hvert vandamáli geti verið. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Fór að velta því fyrir mér aðeins með orðalagi á þessari grein. Það syns verið að banna allt gæludýrahald en ekki bara hunda og ketti. Það er ekki rétt. Það er kannski rétt að fá svar við því að það eru til ýmis konar önnur gæludýr sem að fólk heldur bara heima hjá sér og inni og ég nefni bara skrautfiska, fugla í búrum, nagrísi, hamstra og annað sem geta verið fólki til ánægju og yndisauka. Það syns allt bannað. Bara svo það verður ágætt að fá svar við því. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Sóleyjar skildi ekki alveg orðalagi á reglunum og vísaði þar í lögin. Það er alveg rétt að lögin eru náttúrulega sögðu þetta en það er alveg ástæða til þess að hafa þetta inn í reglunum engu að síður. Þannig að þetta er þarna inni og gefur líka tækifæri til þess að í þeim reyndar ekki mörgum íbúðum sem að bærinn á, sem er ekki í fjölbýli, að þá er þetta leyfilegt að hafa gæludýr. Ég veit að ákvörðun hún náttúrulega tók ekki þátt í umræðum inn í velferðarráði þetta en ég veit að það voru umræður og þetta var skoðað í ráðinu og rætt á þessum nótum sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Prebens það að ég meina eins og við vitum alveg að gæludýr geta haft og ekkert geta, þau hafa góð áhrif á líðan einstaklinga, geta gert það. Fólk sem að glímir við einmanaleika, það getur fundið félagsskap hjá gæludýrum sínum og veit, eins og segi, það umræðurnar voru alveg, þetta var alveg rætt þar líka en hins vegar er þetta alltaf erfitt mál inn í fjölbýlishúsum hver sem eigandinn er, bæði vegna ónæðis og sem að nágrannar verða fyrir og eins líka að eigendur íbúðana vilja passa upp á sína eignir og þar sem að því miður eru til fólk sem að á gæludýr en sinnir ekki til dæmis hreinlæti eins og við viljum að sé inn í fjölbýlishúsum. Sjálf hef ég, þegar ég sat í velferðarráði þá var þetta meðal annars rætt þar og niðurstaðan í þeirri umræðu var í rauninni svo sama og hér kemur fram að þar sem að Akureyrarbær á þetta húsnæði við erum með ódýra leigu við kostnaður sem að myndast ef að húsnæði verður hreinlega bara fyrir skemmdum vegna óþrifa að hann getur orðið töluverður.
við vitum það líka alveg að mörg leigufélög, þau, og ég held bara flest öll leigufélög, þú eru ekki alveg að fullur það, en þau banna gæludýrahald á sömu forsendum. Þannig að niðurstaðan er þessi líklega vegna þess að við erum að svolítið halda utan þær eignir sem að bærin á í þessu húsnæði. Með það sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason spurði hvort þetta ætti við öll gæludýr, að þetta á við öll gæludýr og það hefur alltaf verið þannig áður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara koma hingað til að fyrir fyrst að lýsa því yfir. Ég er bara fullkomlega sammála þessari bókun fulltrúa æ-listans í fundargerðinni og mér finnst bara mjög eðlilegt að lög um fjöleignarhús gildi yfir leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Og svo langar mig að bæta við að ég er alveg pottþétt á því að núna á næstu 19 dögum munum við tala mjög mikið um það hvernig við getum bætt andlega líðan fólks og rofið einangrun. Og mér langar bara að segja að það er ekki nóg að tala, heldur er það verkið sem skipta máli og ég vil bara leggja hér til að við höfnum þessu og sendum tilbaka til velferðarráðs með óskum að þetta verði að það gildi bara almennar reglur leiguíbúðir og lög yfir þetta. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú ber svo við að ég er bara sammála síðasta ræðumanni bæjarfulltrúa Sóleyju Björk. Og mér finnst þetta eiginlega of langt gengið. Bara allt of langt gengið. Við erum að skerða lífsgæði fólks. Og ég ger mig alveg grein fyrir því að það geta komið upp mál sem er erfitt að eiga við, en mér finnst þetta kannski vera svona dæmi það þegar við ætlum að dæma heildina út frá örfáum, því miður. Þannig ég get ekki fallist á þessa breytingu. Og ég fellst ekki á það að halda gæludýr í þessum íbúðum sé bara algjörlega bannað. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðs. Ég ætla að leggja fram tillögu varðandi dagskrárlið númer 11 reglur um úthlutun leiguíbúða. Við frestum afgreiðslu þessa máls og óskum frekari greinargerðar frá velferðarráði varðandi 25. grein laga til fyrirgefið. Allavega við óskum eftir að það komi frekari greinargerð varðandi reglur um gæludýrahald í fjölbýlishúsnæði í eigu bæjarins. Hversu geta samþykkt það? Eins og það skefur merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum.